Komið þið sæl. Við ætlum að líta núna á eina þekkta skák sem var tefld árið 1858. Sá sem hafði hvítt í þessari skák hét Paul Morphy og var sennilega einn besti skákmaður heims á þessum tíma. Paul Morphy var undrabarn í skák, fæddur í Bandaríkjunum, og þegar þessi skák var tefld þá var Morphy einungis 21 árs gamall. Hann hafði verið boðið til Evrópu frá Bandaríkjunum til þess að tefla við sterkustu skákmennina þar og hafði sigrað á alla frekar auðveldlega. En í þessari skák þá tefldi hann á móti tveimur andstæðingum. Hann tefldi á móti tveimur svona háttsettum hefðarmönnum í Evrópu. Og ég veit ekki hversu sterkir skákmenn þeir voru, en þeir voru tveir saman í skákinni á móti Morphy. Morphy hafði hvítt og þeir höfðu svart og skákin var tefld við frekar sérstakar aðstæður. Hún var tefld í óperuhúsi í París meðan á óperusýningu stóð. Morphy var mikill áhugamaður söngleiki og óperur og hafði mikinn áhuga að fylgjast með þessari óperu, en hann neyddist þess að tefla skákina á meðan óperunni stóð og hafði þar að auki þurft að snúa bakinu í sviðið, svo hann þurfti sífellt að vera að snúa sig við á meðan hann var að tefla skákina. Byrjunin í skákinni var Philidor vörn sem hefst með þessum leikjum hérna E4, E5, riddari F3 og D6. Og Morphy leik þá besta leiknum sem D4 og þá leik svartur eða þeir tveir félagarnir biskup G4 sem var á þessum tíma talin vera þolanlegur eða ásættanlegur leikur, en er í dag bara einfaldlega talin vera lélegur leikur. Aðri leikir í þessari stöðu fyrir svartan eru til dæmis riddari F6 eða þá bara einfaldlega að drepa á D4. Það eru svona sennilega betri möguleikar, en biskup G4 er ekki góður leikur einfaldlega út af þessu framaldi sem að Morphy velur, sem að drepa hérna á F5. Og vandamálið sem svartur stendur frammi fyrir er að ef hann drepur tilbaka með D-piði þá getur hvítur farið í drottningarúrskipti og hirt svo piðið á E5. Þar sem að drottningarnir eru farnar þá er riddarinn ekki lengur leppur, hvítur hótar að taka á F7 og hann hótar biskupnum og svartur er búinn að tapa hrókunarréttunum. Þetta er mjög slæm staða fyrir svartan. Þannig að eftir D-drupur E5 þá verður svartur að drepa hérna á F3 og Morphy drap með drottningu og svartur drap tilbaka með piði. Nú liggur næsti leikur hvíts beint við að koma manni út og hóta einhverju í leiðinni er alltaf gott. Biskup C4 hóta bara einfaldlega máti á F7. Þessi skák hefur birst víða. Hún hefur birst í mörgum bókum og fjallað mikið um hana. Það sem hún er talin vera mjög gott dæmi um það hvernig er best að haga sér í byrjun skákarinnar. Það er að segja að koma mönnunum út, hvernig er þetta fórna í sókn. Hún er mjög gott dæmi um leppanir til dæmis. Þetta sjáum við alltaf eftir. Þetta er svona stílhrein og falleg sóknarskák hjá Morphy. Eftir biskup C4 þá leik svartur riddari F6 sem er ekki besti leikurinn. Betri leikur er drottning F6 sem að býður drottningarúrskipti. Ástæðan fyrir að riddari F6 er ekki góður leikur er að hvítur getur núna leikið drottning B3 með tvöfaldri hótun. Annars verður hérna á F7 og hins verður hérna á B7 og það er engin leið fyrir svartan að stoppa bæði í einu. Svartur leik skásta leiknum í stöðunni sem er drottning E7. Aðri leikir eru til dæmis drottning D7 sem að valdur F7. Gallið við þann leik er að eftir drottning B7 og drottning C6 sem að virðist bjarga hróknum að 8 þá kemur hérna biskup B5 sem vinnur drottninguna. Svona. Þess vegna leik svartur drottning E7 og hugmynd svarts var þeirra tveggja var að ef Morphy dræpi hérna B7 og einu P þá ætlaði þeir að skáka með drottningu B4 og ná drottningarúrskiptum og eiga þannig möguleika að komast út í verra endatafl. Þeir eru allavega ekki mát strax. En Morphy var mikill sóknarskákmaður og hann vildi hafa mennin inn á borðinu og hann vildi sækja á konga andstæðingsins og hún var alveg saman með þetta peð. Hann lék riddari C3. Annar athyglisverður möguleiki fyrir Morphy var í þessar stöðu að taka peðið hérna á F7. Og með hugmyndinni eftir drottningdrepur F7 að taka þá peðið á B7 og vinna hrókin í framhaldinu þar sem að svartur á ekki þess að skáka á B4 eins og áðan. Vandamáli kannski er að svartur getur leikið biskup C5 og fær þá einhverjar bætur fyrir þennan skiptamun og þetta peð sem hann tapar. Sjáum til dæmis eftir annarkvort drottning C8 og drottning drepur H8 eða drottning drepur A8 þá er einhverjar bætur sem félast í sókn á eftir peðið. Morphy vildi frekar hafa frumkvæð og leikur riddari C3, kemur bara manni út. Þá leiku þeir C6 og völduðu peðið hérna á B7 og þá kemur Morphy aftur manni út með einhverjum tilgangi, biskup G5 leppar riddarann.
Núna hefði svartur sennilega átt að leika drottning C7. Vandamálið er að hann vil koma mönnunum sínum út en þeir eru hálf fastir og ef hann leikur rittaranum á D7 þá fellur peðið á B7 og biskupinn er lokaður inni, þannig að drottning C7 valdar B7 peðið og opna fyrir biskupnum. Afsakið, svona einhvern veginn. En þeir leiku B5 til þess að reka biskupinn í burtu. Ef biskupinn þurfti að bakka þá var þetta góður leikur en Morphy var ekki hrifinn að því að bakka. Hann vildi eins og ég sagði að hann sækja kongi andstæðingsins og hann bara drap hérna á B5 með rittara sem er frábær leikur. Þetta er fórn, sóknarfórn og hún byggist á því að eftir C-dreppi B5 og biskupdreppi B5 þá var auðvitað skáka konginn og fari kongurinn á D8 þá getur hvítur hrókara langt með skák komið mönnunum út og hótað einhverju leiðinni eins og ég var að tala um hann. Þetta er stór hættulegt fyrir svartan. Þess vegna lék svartur eftir biskupdreppi B5 rittari B D7 en þá sjáum við að báðir rittarar svarts eru leppur. Rittarinn á D7 er leppur og rittarinn á F6 er leppur og menn svarts eru fastir inni og kóngurinn fastur á miðborðinu og Morphy er fljótur að koma síðustu mönnunum sínum sókna, hann hrókaraði langt og eykur pressuna á rittarinn á D7. En núna meira þess að hóta að drepa rittarinn því svartur getur valdið að drepa tilbaka með sínu rittara því að drottningin fellur. Þess vegna lék svartur hróku D8. Það var einhvern tímann á þessum tímapunkti sem að skákinn var farin að vekja mikla athygli í óperuhúsinu og sagan segir að fólki sem var að koma fram í óperunni sem var að syngja hafi eytt mestum tímanum í að horfa á taflborðið þeirra meðan þau voru að koma fram. Þannig að þessi skák vakti mikla athygli þarna í óperuhúsinu og kannski þess vegna sem að hún hefur birst svona víða á eftir. Þetta var virkilega flott skák. Í þessari stöðu hér er svartur tilbúinn að reyna að losa sig einhvern veginn og hvítur þarf að vera dálítið snöggur að notfæra sér yfirburðina sína í tíma. Hann hefur mikið frumkvæði sem byggist á því að svartur er erfitt með að koma mönnum sínum út. Sé hvítur ekki nógu fljótur að koma sínum mönnum í sóknina eða brjótast í gegn, þá nær svartur að losa sig og notfæra sér að hann er manni yfir. Þannig í þessari stöðu vill Morphy virkja síðasta mannin sinn í sókninni sem er hrókurinn á H-inu. Og manni gæti dottið í huga reyna einfallega bara tvöfalda D-línunni, tvöfalda hrókana einhvern veginn, svona og svo fara með hinn hrókinn á D1 og setja meiri pressu á rittarinn á D7. En Morphy fann ennþá fljótari leið til þess að auka pressuna. Hann fórnaði hróknum á D7. Svartur á eiginlega bara einn leik og það er að drepa með hrók á D7. Það er ekki gott að drepa með drottningu á sjálfsögðu, drottningi fellur og drepi svartur með rittara það fellur drottningi líka. Þannig að hróku drepi D7 og þá hróku D1. Og nú er það hrókurinn sem er leppur. Rittarinn á F6 er ennþá leppur og hrókurinn er leppur hér. Og nú er Morphy farin að hóta að taka hrókinn. Svartur á enga leið til þess að valda hrókinn meira þannig að svartur leitaði eftir uppskiptum á drottningum með drottning E6. Morphy hefði getað unnið núna frekar þægilega með að taka drottninguna með skák, F-drepur, taka síðan rittarinn á F6 og taka síðan hrókinn á D7 með hrók. Og hann er þá tveimur peðum yfir og svarti kongurinn er ennþá fastur og hvítur hótar einhverjum fráskákum, hótar að taka peð A7. Þetta er auðunin staða en eins og ég sagði hann, Morphy vildi hafa mennina sinna inn á og hann vildi sækja til máts og hann fann ótrúlega smekklega mátleið hérna með að drepa D7 með biskup. Svartur verður að drepa tilbaka með rittara og nú sjáum við að það er opið fyrir biskupinn á G5, allar leiðin á D8 og það er mjög skemmtilegt að koma hróknum þangað því það er mát og Morphy fann hennan glæsilega vinningsleik drottning B8 skák sem fórn á drottningunni. Svartur á bara eitt svar við þessu, það er að drepa tilbaka með rittara og þá kemur hróku D8 mát. Mjög smekklegt, allir mennirnir höfðu einhver tilgang hjá Morphy og við sjáum hvað svörtu mennirnir fóru illa út úr þessari skák. Biskupinn og hrókurinn á F8 og H8 tóku ekkert þátt, rittarinn er komin upp á sveitin sinn og kóngurinn er ennþá fastur á byrjunarréttinum. Þetta var glæsileg sóknarskák hjá Paul Morphy. Takk fyrir þetta.